gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það fyrirbrigði hérna í bænum sem heitir Volt. Það eru, þegar kannski tekið eftir þessu, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu, bláir kassar með hvítu merki stendur Volt, fólk sem kemur á hjólum og mótorhjólum og bílum og alls konar, kemur inn á veitingastaði, sækir eitthvað mat og fer líklega með það til þeirra sem voru á bandaðar. Og þá spurning hvaða fyrirbrigði þetta eiginlega og já, það vill svo til að starfsmenn ASÍ hafa verið að skrifa það í grein á Vísi. Það Halldór Oddsson og Saga Kjartansdóttir. Halldór sviðsstjóri lögfræði og vinnumarkaðssviðs og Saga þar sérfræðingur. Ef við ekki bara byrja á því, hvaða fyrirbrigði Volt? Já, það það dálítið áhugaverð spurning og ég held að Volt sé svona pínu svo ég leyfi mér og sambærileg fyrirtæki leyfi mér að sletta að vera einhvers konar svona shape shifter. Þau leyfa sér að vera það sem þeim hentar hverju sinni. Já. Og það kannski svona inntakið í greinin okkar að fyrir okkur bara blasir við að þetta samband sem Volt á við sína þessa einstaklinga sem maður sendast fyrir þá er bara hefbundið ráðningarsamband og lútir öllum þeim reglum og vörnum sem að lög og kjarasamningar færa einstaklingunum. Það ekki þannig í raun, eða ekki? Er ekki að ég skráði með þetta inn að þá fæ ég bara kött af einhverjum sendingum eða hvað? Er ég á fullri vinnu, 8 tíma vinnuviku með orlof og desemberuppbót og veikitarétt og... Nei, það er svona einmitt það sem við höfum áhyggjur af og það er sem komið fram bara í yfirlýsingu frá Volt meðal annars í framhaldinu af þessu skringilega máli sem kom upp núna þegar einhvað hátt í 20 sendlar voru handteknir eða kallaðir í skýrslutöku út af brotum atvinnuréttindum útlendinga að fyrirtæki ber við sko þetta sem er að nota þetta gamla bragð sem kannski gjarnan í vinnuréttindum talað um gerviverktöku. Þeir reynt að fleita rjóman af einhverju eða skjóta sér undan skyldum með því að velja það besta á hverju sinni, að velja það að geta haft húsbóndavaldið og gjaldskrárvaldið og svo framvegis eins og atvinnurekendur hafa almennt séð gagnvart sínu starfsfólki en þurfa að bera litlar skyldur gagnvart starfsfólkinu eins og einstaklingar og aðilar í verktakasambandið þurfa og þetta er það sem við erum bara svona erum að reyna að ávarpa og þess vegna líka tölum við í greininni fyrir bara í Volta því að okkur finnst það ekki alveg víst hvað þeir eru og kannski eru þau einhverju sjálfskoðun eða leit og við erum að reyna átt að segja þau sjálf, ég veit það ekki. En hvað meinið með þessu? Ég meina, er þetta ekki bara fyrirtæki sem skráð einhvers staðar og er einhvers staðar með skrifstofu og er þetta banku uppi á hjá þeim eða? Er það óljóst eða? Nei, ég meina þetta er bara... Hver herra Volt? Við erum bara í stórum tilvistarlegum spurningum vinnumarkastengdum tilvistarlegum spurningum með þetta fyrirtæki og þetta er ekkert að koma upp í fyrst skipti á Íslandi hér og nú með Volt. Þetta er náttúrulega bara auðvitað slagur sem búið í gangi í nágrannalöndum okkar í Evrópu núna einhver tíma og við hjá ASÍ og stéttarfélögum höfum tekið þátt í einhver liti í svona evrópskri samstöðu og sérfræðivinnu og svo framvegis. En einhvers staðar er Volt og Volt er einhvers staðar með höfuðstöðvar, ég veit ekki nákvæmlega hvað þeir eru og ég gerir ráð fyrir að Volt sé skráð með einhvers konar félag í Íslandi en þessi sem að sendast fyrir Volt, þeir taka við sínum fyrirskipunum í gegnum síma, í gegnum einhvers konar tölvustýrt kerfi sem sjá aldrei þann sem er að ráða á í vinnu? Nei, þeir sjá þjónustu kaupandan en þeir sjá ekki þann sem að miðlar þjónustunni og kannski það snýst deilan, ekki deilan, ég meina hvað okkur var alveg skýrt að þessir sem er að sendast með mat fyrir Volt til vinna hjá Volt og ef upp kemur ykkur ágreiningur kaup og kjör eða ábyrgða tryggingar að þá ég líta svo á að þarna séu einstaklingar sem starfi fyrir Volt. Volt og önnur sambærileg fyrirtæki, hvort sem þessi Uber eða Deliveroo eða hvað sem margir kannski þekkja á ferðalögum sín út úr heimi,
að þau líta öðruvís á og þetta dálítið bara í gangi stöðugu slagur fyrir dómstólum í Bretlandi og Noregi og Danmörku og Belgíu og svo framvegis og svona hægt og rólega Verkó að vinna hinn lögformlega slag, flesti sem mál vinnast og það fæst viðurkennt að hérna í gangi ráðningasamband með öllum þeim skildum réttin sem þar að lútandi en svo kom aftur þessi saðanum, svo shapeshifta þau og breyta sér og við erum alltaf að elta þetta og reynir þetta svo gengið svo langt að Evrópusambandið er búið að samþykkja tilskipunum sem að reyna að fanga þetta og reyna að festa í sessi þessa meginreglu að þeir sem starfa hjá þessum gig-fyrirtækjum eru starfsmenn þegar gengi útfræði þeirra starfsmenn þeirra fyrirtækja þannig að þetta bara Það segir sér svo að ég sé að vinna hjá Volt og ég sé að sendast eitthvað að sækja mat og skuttla heim til ykkar. Svo kemst ég að því að það líklega, ég að vinna fyrir ykkur skýta laun og ég hef ekki réttindi og hvað ger ég? Leita ég til verkefnisfélags? Sorry, lögfræðingin hérna. Já, orðvöld að mig. Já, ég meina, allir, það allir eiga að geta fengið skjól í Verkó og það skildir að sjálfsögðu það sama sendla Volt og ef einhver... En þú veist ekki hvar Volt sko? Ég kvarta við þig já. Og þú hringir hvert? Einmitt, ég bara... Skrifa grein á Vísi? Ég bara skrifa fleiri greina. Nei, ég bara, við erum með stórt og mikið net af alls konar fólki sem klárari en ég og fleira. Við finnum Volt að einhver leiti. En fyrsta skrifið kannski að finna og kannski ákveð bara nota þennan vettvang til þess og bara beina því til okkar félaga þessara sendla og fleira sem kannski að vakna við núna þeir eru búin að vera eitthvað hefur komið upp á eða þeir eru kannski ekki hressir með kaupið sitt eða réttindi að endilega komið í kaffi og tölum, ræðum saman, það sér fyrsta skrifið. Hvernig eru starfskjörin, Saga? Ef ég væri bara svona venjulegur sendill hjá Volt, hver dýllinn? Það sem kannski svona einkennandi við þetta að þetta svolítið ógagnsætt kerfi, það svolítið erfitt að virðist vera að átta sig nákvæmlega á hver starfskjörin eru en þetta verktakavinna eins og búið að koma fram þannig að sendlarnir eru verktakar og taka við skipunum í appi þeir eru stundum labbandi, stundum hjólandi en ég held, þú veist bara út af hvernig veðráttan á Íslandi og einhvern veginn landi liggur að þá þurfa þeir oft að vera bílum það liggur ekki alveg ljóst fyrir bara með tryggingar og bara það að reka bílinn, við vitum það er mjög dýrt að reka bíl þannig að það er svolítið annað að vera á þessum launum og að vera að reka eigin bíl og svo kannski að vera í einhver annari borg þar sem að þú ert bara á hjóli en við höfum séð gögn sem að benda til þess að þessi laun séu uppfylli ekki lágmarkslaun eins og samkvæmt kjarasamningum þannig að þú þurfir í raun að vinna rosalega mikið, harka rosalega mikið til þess að ná upp í lágmarkslaun. Fæ ég ekki bara að borga fyrir hverja ferð? Jú, það þannig. Þú fær borga fyrir hverja ferð. En ef það kemur ekki ferð sem að til mín, þá ég ekki á launum. Akkurat, og það því ég og fleiri fórum á svona upplýsingafund í Grósku, þegar Volt opnaði hérna á Íslandi fyrir, ég veit ekki, svona ári síðan eða eitthvað. Og þá var töluðu mikið hennan sveigjanleika og hvað hann væri eftirsóknarverður, að geta unnið þegar maður vill og ekki þegar maður vill ekki og vísuði í einhverju svona kannanir sem þau sjálf hefur enda gert því til stuðnings að starfsfólki kynni svo mikið að meta hennan sveigjanleika en okkur læðist að okkur sá grunur að sveigjanleikin sé kannski fyrst og fremst í þágu fyrirtækisins, það að segja að þú vinnur þegar að það vinna í boði ég átta mig svo sem ekki á því hvernig flæðið en hvernig verkefnin eru en það sem við höfum séð það sem virðist vera í nágrannalöndum okkar það sem að þetta kannski búið að vera lengur að störfum og svona sambærileg fyrirtæki þetta virðist vera svona störf sem að kannski annars vegar til dæmis ungt fólk, námsmenn jafnvel öryrkjar eða aðrir sem eru að nota þetta svona til að vinna sér inn einhvern smá auka pening og fyrir þennan hóp getur kannski sveigjanleikin verið ágætur en svo stór hluti sem bara fólk sem með þetta að aðalstarfi og bara að lifa af þessum tekjum og þeirra fjölskyldur kannski og það eru þá yfirleitt innflytjendur og oft fólk kannski sem hálfmállaust í landinu sem það að segja talar ekki íslensku né ensku sem virðist
taka þessi störf og þurfa þá, eins og ég segja, að vinna rosalega mikið til að ná upp einhver lágmarkslaun og þessi störf út af fyrir sig geta kannski alveg henta vel fyrir hóp fólks en áhyggjurnar eru þá náttúrulega að þessi bara verið að reyna að þrýsta laununum alveg niður eins bara langt og mögulegt sko, að finna þennan, eins og við orðum í greininni, svona sársauka þröskuld, þú veist. Ég las það væri algoritmi sem var að finna út hversu langt fyrirtæki geti gengið. Er það svo? Já, það óljóst hvað ég fæ mikið borgað eða er það bara það virðist vera óljóst, það virðist ekki vera fast. Ég veit ekki hvort er reiknað á kílómetra eða hvernig sem það er. Ég er ekki búin að átta mig á því en þetta er einhver algoritmi og þetta er líka mjög mismunandi eftir löndum, bara eftir hvað verkalýðshreyfingin í hverju landi eða löggjöfin eða hvað það hefur einhvern veginn, hvað rammaði hafa sett þetta því að Volt sendlar í einu landi þar sem að stéttarfélögin eru kannski veik og svo framvegis eru með miklu lægri laun hlutfall bara og lægri kaupmátt launa þannig heldur en kannski Volt sendlar annars staðar þannig að þeir virðast algjörlega einhvern veginn snýða sér stakk eftir vexti. Eins og vinnumarkaðin almennt, eða ekki? Jú. En hvernig virkar þetta? Volt er eitthvað fjölþjóðlegt fyrirtæki og ég panta mat á veitingastaðnum þínum. Borgar veitingastaðurinn þinn kött til Volt? Eða borga ég ekstra gjald ofan á matinn þinn fyrir sendinguna? Hvaðan hefur Volt tekjunar? Virðist vera þannig að kaupandinn sem er að panta matinn borgar Volt einhvern hluta og veitingastæðurinn borgar einhvern hluta. Þannig virðist þetta vera, þú veist. Fólk er að lýsa því að það er að fá heimsenda mat og á kvittuninni stendur kannski 150 krónur, þú veist. Eitthvað svona fáránlega lágt gjald sko, en þá svarar Volt í til að veitingastæðurinn sé með eitthvað samning við Volt hugsanlega, þú veist, kannski eitthvað mánaðagjald eða eitthvað þannig. Þannig að aftur, þetta er rosalega ógagsætt. Já, en Volt má starfa hérna og þið vísu í það hefðu haldið fundi í Grósku og kynnt þetta sem nýjung. Er ekki eitthvað skrítið við að svona fyrirtæki getur bara startað og nota töluvert power því að maður sér það bara að allt í einu var bara bæri fullur að Volt og ég var einhver staðar á okkur veitingastað daginn þar sem ég var að bíða og ég held að það komi 4 sendla frá Volt að sækja mat þá meðan ég var þar bara eitthvað að hanga í andrinu sko. Kannski á 7 mínútum. Þannig að þetta er umtalsvert sem er í gangi. En hvernig geta þau fengið svona leyfi eða svona óljóst hvernig eru tengsl við starfsfólkið eða má allt fyrst og svo á það bara að laga það seinna eða? Sko okkar mati svo sem eru reglurnar sem að gilda eru ekki óljósar. Það eru náttúrulega bara kjarasamningar sem gilda þessi störf og fólk er ekki með ráðningarsamning eða? Nei, en sko svo kemur eitthvað svona nýtt tækni fyrir bara ný leið til þess að veita eitthvað ákveðna þjónustu sem kannski áður hefur verið gert með bara svona hefðbundinni hætti í gegnum einhverja sendla miðstöð eða beint út frá veitingastaðnum eða hvernig það er og þarna verður til eitthvað uppbrot sem að þú veist hvort með þessi Volt eða önnur sambarileg fyrirtæki sem að mörg hver hafa svo nota til þess kannski að brjóta taka þennan nýja veruleika og aðlaga reglunar að sér meðan auðvitað á þetta vera öfugt og það er dálítið þessi eltingaleikur sem ég var að lýsa hér áðan og er kannski dálítið að byrja með innri Volt á markaðin en svo er líka bara þetta vonbrigði sko ég held að við líka bara sem neytendur allir sé bara fagni því að fá meira litbrigði af þjónustu og fagni því að fá hérna verið mögulega til einhver ný starfsgrein eða stækkandi starfsgrein flestir séu jákvæðir þessa möguleika almennt en það að sko fyrirtækin geti ekki bara umrætt fyrirtæki svo Volt og fleiri geti ekki, og Uber sem við heldur betur verið í blóðum slag út allan heim geti ekki bara tekið því fagnandi og hugsa ok, frábært, við erum með samkeppnisforskot á aðra bara út að við erum að bjóða fram mjög notendavænt og þægilega aðgengi þjónustunni en þá eru líka, sko þá getur ekki stoppað þar heldur verið ganga lengra og við ætlum líka að nota þessi verkfæri sem við byggum hér til þess að sko ná okkur í til þess að minnka sneiði launafólksins á kökunni sem að það er
Ég meina business modelið, þó það kannski lítið út fyrir þetta sé svona þjónustuauki og hagræði og allt saman. Þá business modelið það að greiða fólki lág laun en taka samt og taka kött af því. Þau eru bara, þetta er svo Volt og Uber að taka bara góðan hluta af þóknuninni á því að skutlast eftir matnum, taka það til sín og fólki sem að þessu að það setur eftir með mjög litla þóknun fyrir sína vinnu. Það er svona arðarán. Já, algjörlega, en þú veist, eins og í mörgum löndum, ég var bara að taka þetta saman áðan og það er eitthvað um því 30 kjarasamningar sem búið að gera í Evrópu við svona sambarlega starfsemi og auðvitað getur sitt síns hverjum þú veist, eins og bara gengur og gerist, hvort að samningar séu góðir eða ekki, en það er allan að koma einhvers konar viðurkenning á því að þetta sé fólk í vinnu og það er komið eitthvað afl á baku fólki sem getur hjálpað þeim að rétta kursin og verja réttindin og við höfum það eftir hér gagnvart Volt og mögulega fleiri sambarlegum fyrirtækjum sem eru nú þegar eða munu komingað og það er kannski ekki síst eitt af markmiðið með bara greinin okkar sem við erum að gera hér nú er bara, þú veist, að vekja máls á þessu líka bara gagnvart almenningi, af því að ég held líka almenningur, ég leyfi mér alltaf að vona það að almenningur sem er neytandi að kaupa til þjónustu og þannig vilji versla og eiga viðskipti og kaupa þjónustum sem er sanngjöld og við erum svona dálítið að bara kasta boltanum niður til Volt og Ég veit ekki heldur. Hvað segirðu? Ég veit ekki. Þú veist það ekki? Þegar ég held að það viti það flestir að ýmis þjónusta sem fólk er að fá, bara að kaupa föt á netinu sem eru framleidd í fjarlægum löndum, þá held ég að margir viti að við erum að misnota verulega vinnu fólks og líka þegar við erum að nota svona þjónustu. Þetta ekki að setja eitthvað alltaf mikla ábyrgð á neytendur eða vera með eitthvað alltaf mikla væntingar að það reddi þessu en ég held samt að maður vil vera ámyndur það allavega. Maður þarf allavega að þurfa að horfast í augu við það þá þegar maður er að versla við svona aðila. Það er ekki ljóst að þeir sem er að vinna hjá Volt séu að fá laun samkvæmt samningum sem á að vera viðmiðunin á Íslandi. Kjarasamningar gilda bara. Já, ég held við getum alveg gengið skrefinu lengri það og sagt að við höfum gögn sem að gefa okkur nánast óumdeilanlega vísbendingar það að það sé verið að greiða undir þau viðmið sem að kjarasamningar setja. Já, ég ætla bara að leyfa mér að ganga svo langt. Absolutt og eins og við erum bara að kalla eftir í greininni er náttúrulega bara að Volt gerir kjarasamning og bara viðurkenni þetta sem starfsfólk sitt og kannski aðdragandinn að því að við skrifum þessa grein var náttúrulega líka að það kom upp fréttir frá lögreglu að lögreglan var í einhverju átaki gegn ólöglegri atvinnustarfsemi og handtók að því virtist 20 sendla hjá Volt og þeir eiga yfir samkvæmt fjölmiðlum allavega eiga yfir höfði sér ákæru brota á atvinnuréttindum útlendinga og þetta náttúrulega bara svona en ekki Volt dró athyglina að því og líka viðbrögð Volt við þessum fréttum náttúrulega bara svona afhjúpaði svo mikið kannski ábyrgðarleysið á sinni starfsemi og mér finnst það eiginlega bara alveg ótrúlegt ef að lögreglan ætlar einhvern veginn og ég trúi bara valla annað en að þau ætlu einhvern veginn að draga Volt til ábyrgðar fyrir þetta enda er afstáð okkur í Alþýðusambandsins allavega svo að og við höfum upplýsingar það að þessir 20 einstaklingar allavega stór hluti þeirra séu bara umsækjendur alþjóðlega vernd eða svona fólki svipari stöðu allavega sem getur jafnvel ekki eða getur illa unnið löglega og er bara ekki með kennitölu eða full. Nei, akkurat og er bara að reyna að snappa sér eitthvað svona pening þannig að það er náttúrulega alveg ótækt ef að niðurstaðan er bara svo að þetta fólk fær einhverja sekt eða einhverja ákæru og fyrirtæki kemst sérstaklega má bæta við að því að í sambarlegum málum það sem er að ræða físíska vinnustað það er bara einhver byggingaverktaki sem er uppvísað í að vera með einhvern á byggingarstaðnum sem hefur ekki kennitölu til þess og óháð allri pólitíku tengslu við það þá er umræddur byggingaverktaki ábyrgur að lögum og hann er sóttur til saka fyrir slíkt og það kannski verðum að segja getur Volt í þessu tilviki bara sagt já við erum bara eitthvað upp í skíinu eitthvað síma-app og við ákvaðum einhliða að þetta veri verktakar og þar með losnað undan
þessari ábyrgð. Eins og sé, ég ætla ekki að vera, þú veist, við vitum þetta ekki nákvæmlega, þetta er einhver bara sakamálarannsókn í gangi, en svona með við yfirlýsingu Volt og kannski svona þessar fréttir sem að við höfum þó lesið af þessum máli hingað til, þá virðist það virðist svo vera og það er þá eitthvað stórfenglega bogið við kerfi sem að refsar þessu ofskaplega berskjaldaða fólki en hlífir þessu stóru stöndugu fyrirtækjum sem eru að spila hana leik, sko. Það er kannski það sem við erum að líka alltaf að kalla eftir. Einhverju umræðum það, bara umræðum réttmæti og sanngirni kerfisins, að því að ég er kannski svona mikill bjartsýnismaður að allir vilja haft sanngjarnt og fleira en kerfið á líka að setja eitthvað svona siðferðileg markmið, sko. Kerfið á náttúrulega að setja eitthvað svona siðferðileg markmið þú veist, sem að samrýmist einhverju svona réttavitund almennings og ég held að þetta gera það ekki, sko. Nei, ég ætla ekki að vera eitthvað kaltaðinn en það er svolítið munur á því að vilja kannski vill almenningur að allir fái borgað en svo gerir kannski fólk ekkert í því. Skiptið þið við Volt? Nei, ég hef aldrei gert það. Nei, ég hef ekki gert það aldrei. Þú ætla ekki að fara að byrja þig núna, sko. Ekki byrja þig núna. Herðu, takk fyrir að koma hingað og benda á þetta. Halldór og Saga, kærar þakkir. Takk fyrir. Ég sitt eins og hérna áfram og reyni að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.